Góðan daginn, ég ætla að taka fyrir hérna byrjunarkerfi sem ég hef verið að dunda mig við að búa til og það er sem sagt hvítuleikur E4 að svara með G6 sem er nú stundum kallað svona eins og tískubörn og hugmyndin með G6 er að hvítu getur eiginlega ekki telt neins svona varfærnislega afbrigði þar sem þú fær stigalæri skákmanns, einhvern skákmann sem er sáttur við jafntefli, þá er eiginlega engin leið fyrir hvítan að fara í eitthvað svona jafnteflisafbrigði eins og til dæmis í svona mörgum byrjunum eins og Sigilöfur, þar getur hvítur skákað á B5 eftir D6 og getur erfitt að vinna á svart. En ég hef nú sjálfur góða minningar af því að leika G6 í fyrsta leik. Ég vann gríðarlega mikilvæga skák þegar ég var Íslandsmeistari í skák árið 2000 á móti Þresti Þórhals. Þá leik hann E4, ég vissi að hann myndi leika E4 og ég var svona lengi að velta fyrir mig hvað ég ætti að tefla því þetta var svona must win skák. Ég varð að vinna til að jafna einvið og E5 virkaði og jafntöluslegt og C5 þá eru til svona einhver leiðindarafbrigði, þannig ég ákvað bara að leika G6 þessi fyrsta leik og náði að vinna þá skák og var svo Íslandsmeistari. En ég hef nú ekki telt það síðan en kannski maður að fara að gera eitthvað tjóðan aftur. Ok, vindum okkur í þetta. Það er D4, biskup G7 og hér eru fjölmargir leikir og ég ætla að byrja á riddari C3 og síðan fer ég hérna í lokin þá ætla ég að fara yfir svona C4 leiðir líka. Nú riddari C3 er algengasta framhaldið og hérna ætla ég að stinga upp að við teflum Guganitze stuðuppstillingu með að leika C6 og þá er hugmyndin að þetta leika D5 fljótlega. Hvítur á nokkra leiðir, hann getur leikið F4, H3, biskup E3, riddari F3 og svo framvegis. Ég ætla að byrja að fjalla hérna F4 sem er svona í daglegu tali kallað austuríska árásin, þessi P þarna á miðborðinu hjá hvítum. Ég myndi svona, já, alveg sterk P á miðborðinu, valda margar reyti. Við svörum með D5 og eftir E5 þá sjáum við að miðborðið verður svolítið lokað og biskupin okkar G7 kannski ekkert frábær í augnablikinu en oft erum við að fara með sem sagt biskupin á F8 og E7 setna í skákinni eftir H5 og biskup G4. Ég kem betur að þess að eftir. Nú H5 snýst náttúrulega upp að fara með riddarann oft á H6 og biskupin á G4 og svo getur riddarann frá F5. Sem sagt riddarann frá H6 og svo þessi F5 og G4 riddir, svo riddarann á B8 getur oft verið á D7, F8 og E6 eða A6, C7 og E6. Þessi F5 og E6 riddir sem eru mikilvægir í strategíunni og svörtum. Og skulum byrja á H3, hvítur sem sagt ætlar að stöða allar svona biskup G4 hugmyndir. Nú riddari H6 og ef riddari F3, riddari F5 E6. Já, planið er semst að leika B6 og biskup A6 og nú við skiptum á hvítriddarabiskupnum sem er okkur í hag. Hvítur tekur á F5, biskup 1-3, riddari A6 og nú er riddarinn okkar hérna á leiðinni semst á C7 og E6. Riddarinn er mjög góður blokkari á E6. Dronning D2 og riddari C7. Og hér eru plönir riddari E6, B6, hugsanlega A5 og ég held að svartur sé alveg með fína stöðu sko, að mér sýnist. Svo getur biskupin farið á F8 og E7, hugsanlega góður á E7 sko. Nú biskup 1-3 er hann að leikur, riddari F5 og hvítur vill reyna biskupin á F2, H4 sterkur leikur. Við gerum út alla vonir hvíts að náleika G4
og ritar F3, hvítur að pressa H4 en hérna hefur við B6 með biskup A6 hugmynd. Drottning 1-2, hvítur kemur yfir fyrir biskup A6, A5. Nú hefur við aftur valáðilega biskup A6, tekið F5, löngrókun og biskup F8. Þetta svona ekta planið þessar stuðu, staðan lokuð og svartu þarf að leggja mikla áherslu að missa ekki H4 þetta. Og þá biskupinlega á E7. Við þurfum auðvitað að vera vakandi aðeins fyrir einhver svona E6 leikjum hjá hvítum. Drottning 1-1, biskup 1-7 og hér sjáum við plönin, það rittari A6, rittari C7 og rittari 1-6. Já, þannig að rittararnir eru svolítið að flakka á F5 og E6-vitin. Skulum pakka. Biskup 1-3, rittari H6. Segjum drottning D2, þá er rittari G4 góðleikur. Hér einhver skák sem við telst, bara svona sína sirka hvernig telst. Nú E6 alltaf prinsipleikur hérna. Valda vel F5-ritin og svartur er opinn fyrir því að fara biskupin á F8 sem að verða miklu betri en á G7 þetta. Þessi skák tæltist ekkert með svona, bara sína. Þetta er einhver eldgömul skák frá því Sovjetríkin voru og hétu og biskup 1-3. Já, bara svona sína hvernig getur telst í róleitum. Menn kunnu vissilega að tefla þarna í Sovjetríkjunum í gamla daga. Ég veit nú ekki alveg hvað er að gerast hérna, en já, drottning B2 er það ekki. Já, það er með biskup. Ok, það er skák hérna á mát, en ok, þetta er svona gróðan dráttum. Já, og svo bara vil ég minna á það að það er alltaf að hafa samband við mig ef fólk vil eignast þessi vídeo mín á PGN-skrá og ég er alveg til í að selja þær ódýrt sko. Kannski svona 1500 krónur PGN-skrá fyrir löng vídeo. En nú það. Við erum búin með H3, rittar F3, biskup Gunnar 4, leppum rittaran, H3, E6, mikið ætti að koma við fyrir að hvítur geta ekki leikið F5 og staðan er lokuð og þá sem sagt nýtast þessi biskupar ekkert svo rosalega vel sko. Þetta með G4 væri slæmur afleikur hérna út á drottning H4, biskup 1-3, H4, Geiri neglir alla G4 voni hvíts, biskup D3, rittari H6 og þetta er svona staða sem með grunnar geta alveg komið oft upp hjá ykkur sem vilja tefla það. Hér getur hvítur valið að rókera langt eða stutt. Byrjum á stutt og hér er hvítur líklega eftir rittari 1-2, C4 og B3 einhverju svoleiðis plönum eins og sjá með örvon. Biskup F8, þá er hugmyndinleika biskup E7 og kannski rókera með hendinu svo sagt er, leika svo kongur F8 og kongur G7. Það sýna hvernig það getur telst og við erum aðeins að bíða með að leika rittari D7 að þegar við viljum eiga inn í hugsanlega geta leikið rittari A6 svart hvítuleikur C4 í einhverjum stöðum, en ok, hér á hvítur B3, bestileikurinn C4 gef ég upp vafasaman og þegar svartuna er svona góðri stjórn á D5, hérna tökum við með G-piði og ég held að þetta sé alveg fínst að svartan. Við erum að opna G-línu og getum jafnvel fara að rókera langt, sýnist mér.
C4 er svona fljótvarnisett, B3 er betra undirbúið þetta, kongur F8, C4, A5 og hér sjáum við til dæmis A4 þá hefur rittar A6 en við hefum ekki átt rittar A6 ef rittarinn hefði verið komin á D7 sko. Þess vegna var ágætt að bíða með rittari D7 A3, A4 og núna fyrir á D7 og núna hefur við semst D5 og F5 reitin fyrir rittarinn okkar til dæmis, kongurinn fyrir á G7 kongur H2, kongur G7 C5, B5 sína hvað ég getur telst og þetta snýst svolítið að þennan C5 reit er F5 núna tökum við bara með GP það verðist vera ágætt drókninga F2 hvítur raun að blokkera svarta nýjarleika C5 og hérna við biskup A3 og hér ná við C5 og stöndum ágætlega hérna hvítur er náttúrulega aðeins veikur á A3 reitnum þetta er bara svona sína cirka hvernig þetta getur telst nú A4, B4 þá lokast staðan vissulega rittari G1 hvítur er kannski að reyna að færa rittarinn over F3 rittar A6 hugmyndi með rittar A6 er sem það hafa rittarinn á C7 og eftir leikur rittar F5 taka með EP og F5 og þá hefur við góðan reit fyrir rittarinn á E6 drókning 1 og 2 rittari C7 staðan er vissulega nokkuð lokuð og hérna í P-genskráni þá er ég með einhverja skák það sem teldi svona svartur flakkaði bara alla leiður á drottningavæng með kongin til að geta hafið einhverja aðgerðir hérna á kongsvæng G5 maður þarf alltaf að velta fyrir sér þessu breyki með svörtu og bara sína að þetta er ekkert alveg steindautt hér svartu vann þessa skák kom hérna inn á hann og vann þannig að þetta var mjög skemmtilegt plan að þegar staðan lokuð að búið að loka búðinni þá förum við bara með kongin hérna yfir á drottningavæng og síðan tefluðum við upp á eitthvað svona G5 breyk skulum baka þannig að þetta er rittar F3 já, þetta var semst F4 austuríska árásinn næst skulum við fara yfir hvítuleiku biskup 1-3 já, þá skulum við skoða hvítuleiku biskup 1-3 sem er svona eðlilega stöðustilling að mörgu leyti D5 nú F3 virkar nú eitthvað svona hálf meinlaust rittar F6 virkar ágætt mig svartu geti átt eitthvað svona rittari G4 leiki sem er óþægilegir og ég sé engi vandamál í svartutunni hér hrókering og rittari G4 leikir nú E5 H5 eins og áðan það er svona prinsipleikir í sótt H5 og svo fara maður rittarinn á H6 H3 valda G4 rittari H6 rittari F3 og F4 hefði farið svona í það sem vorum skoða á hann í þær stöðutypur þannig að rittar F3 og hérna ætla ég bjóða upp á 2 valkosti það er semst að leika rittari F5 eða biskup F5 byrjum á rittar F5 hótar á E3 biskup F4 rittari D7 svartur er með augun á að leika rittar F6 og hugsanlega rittar 1-6 setna. Það er svona standardplan í þessum Google-Nietzsche stöðutípum. Hér á hvítur biskup D3 best, segjum drókn D2, vafasamur skrifa og hérna hefur rittar E6. Hugmyndin er að hann dreipur á F5 þá getur við skotið inn rittar F4, biskup dreipur C8. Þetta er svona ágætisæfing hver er besti leikur svarts það er biskup H6 smá taktík, nú hótu við rittar G2 drókn D1 og hróku C8
og svartur kom með mun betra tafl. Biskup á H6 sterkan, hótum og G2. Já, bara með heilbrigð staða. Getum leikið drón D7, rittar E6 og reynda að stefna á okkur C5 leikjum setna. Allan engi vandamál í svartstöðinni hér. Drón D2 er ekki talinn sérstakur út af rittar F8. Og við sjáum ef hann hvítur langkrókerað, þá er rittar E6 svona smá problem að þegar hann bakkað með biskupin, þá var biskup H6 og dróningin er af. Rittararnir á F5 og E6 vinna oft vel saman sko. Nú rittar F5, biskup F4, rittar D7, biskup D3 er betri leikur, rittar F8, höldum okkur við planið að fara með rittarinn á E6. En þá kemur hvítur með athyglisverðan leikur rittar 1-2 og nú eigum við ekki lengur rittar E6 að því að rittarinn á E2 valdar biskupinu á F4. Það getur bara drepið og já, þetta er allt önnur staða sko. Og hugsanlega bara drepið á C8 sínst mér. Þannig að besti leikurinn hjá svörstum hér er biskup H6 sem fær upprápunummerki. Rókering. Biskup er bara F4 og rittari G7 með hugmyndinleika biskup F5 og svo rittari F til E6 og drón D7 og staðan er svona einhvers konar jafnvægi. Hinn valkosturinn er líka mjög athyglisverður, leika biskup F5 og þá er hugmyndin, við sjáum hann á örinni, það er rittari D7, rittari F8 og rittari E6. Svona komið dæmi framhald, dróning D2, hvítir getur að spája jafnvel á langkrókera. Rittari D7, biskup 1-2, dróning C7. Svartur er alveg opinn fyrir því að hrókera langt. Og hér er hvítur og svolítið á krossgötum og þarf að velja hvort hann ætlar að hrókera stutt eða langt. Segjum að hrókera langt. B5, kongur B1, rittari B6, svartur er að búa sér til spil á dróningaveng. Segjum að hvítur er að brjóta þetta upp með G4. Kongur F8 valdar á G7 og þetta verðist verið ágætulagi á svartan. Leikir eins og rittari C4 í kortónum. Já, kannski kongur G8. Nú, biskup D3 er annar leikur. A5. G4 bara sína hvernig hann telst. B4, rittari B5. Þetta er eitthvað svona 12 framhald sko. Það er ekki séns að en eitt skákmaður sem þið fáið sig að fara út í þetta sko. Að sjá rittari B5 hérna. Þetta er eitthvað 12 dæmi sem ég skoðaði og biskup F6, þetta er eitthvað vitleysa bara, eins og maður segir. Og staðan er einhvers konar jafnvægi. En það er enginn að fara í þetta, ég skal lofa ykkur því. Þetta er alveg stærðfræðilega skrítið allt saman. Ekki mannlegt. Já, biskup F5, dróning D2, rittari D7, biskup 1-2. Skoða stuttrókun líka. Rittari F8. Rittari H2, hugsanlega er hvítur að plana einhverja G4 leiki hérna eftir rittari E6 og fara að herja biskupin. Leikur samt sem aður rittari E6. Athyglisvert. G4, hátröpur, löngkrókun, búm. Athyglisvert. G-dröpur F5, rittari F5 og hér eru hugmyndir eins og biskup dröpur E5 með D4 hugsanlega eftir á og svo líka þetta dröpur með drottning og E5 og þetta er stór hættuleg staða fyrir hvítan eiga við og
skemmtileg sóknast á svartan sko. Ég myndi ekki vilja hafa ég er ekki vissum ég myndi vilja hafa hvítt í þessu sko. Svona ýmis plön sko, það er svolítið opið fyrir hvíta kóngin og hálínan getur nýst vel líka. Biskutur er bara í F5 og kannski D4 eftir og getur verið hótun. Svo er þetta spurning hvort það getur ekki C5 á einhverju tímapunkti. Önnur hugmynd væri kannski hrókur, H3 eða H4 og tvöfaldar hrókan á hálínni. Þeir skilji hvað er að fara, þetta er stórhættulegt sko. Þetta er mjög athyglisvert. Persónulega finnst mér biskup F5 kannski skemmtilega framhaldi en rittar F5. Já, næst skulum við taka fyrir hérna H3, D5, E5, H5 og það er hvítuleikur biskup F4. Þá ætla ég bara að mæla með biskup F5, biskup 1 og 2, höldum okkur við planið með að fara með rittarinn á E6 og hér getur hvítur stutt og langrókrað, segjum stuttrókun, rittar 1 og 6, biskup 1 og 3, þá er F6 góðuleikur. Getur svartur langrókir hérna og fyrir að krókur á H3, getur að leika G5, G4, skákum átsó. Hrókur F1 er annar leikur, tekið rittar F7 og það er engin vandamál hérna hjá svörstum. Það getur fara hrókera langt eða stutt eftir aðtökum og peða á E5 er aldrei veikt. Og hvítu getur ekkert auðvitað að fara með rittarinn á H4 út af D4 síns mér. Og biskup H2, biskup 1 og 4, sterkuleikur. Við erum undirbúið rittar F5 og herja á D4 peð, þá út að drepa F3. Rittar 1 og 1, rittar F5, góðleikur. Nú að drepur á E4, þá hefur við hérna biskup H6 og drónum D5. Og spennandi skák framöndan. Við erum náttúrulega með aðgang hérna F4 eitnum, svo það hvítur að passa sig að við náum ekki að einhverju framtíð að hrókera og leika kannski C5. Það mér sýnist F3, biskup H6, góðleikur. Og þetta er bara leikur sem setur hvítan í vandræði sko. Það er ekki gott að finna leik út af hérna rittar 1 og 3 sko. Svörtu kallan lifnaði sig vel yfir þeim eftir biskup E4 og þetta er bara erfist á hvítan sínist mér. Næst skulum við kíkja á rittari F3. Já, þá skulum við skoða hvítuleikur biskup 1 og 3 sem er svona eðlilega stöðustilling að mörgu leyti. D5. Nú F3 virkar nú eitthvað svona hálf meinlaust, rittar F6 virkar ágætt mig. Svartu geti átt eitthvað svona rittar G4 leiki sem er óþægilegir og ég sé engi vandamál í svartstöðunni hér. Hrókering og rittar G4 eru leikir. Nú E5 H5 eins og áðan. Það er svona prinsipleikir í svort, H5 og svo fara með rittarinn á H6. H3, valda G4, rittar H6, rittar F3 og F4 hefði farið svona í það sem vorum skoðað áðan í þær stöðutypur. Þannig að rittar F3 og hérna ætla ég að bjóða upp á 2 valkosti. Það er semst að leika rittari F5 eða biskup F5. Byrjum á rittar F5, hótar á E3, biskup F4, rittari D7. Svartur er með augun á að leika rittar F6 og hugsanlega rittar 1 og 6 setna. Það er svona standardplan í þessum Google Nietzsche stöðutípum.
Hér á hvítur biskup D3 best, segjum dróning D2, vafasamur skrifa og hérna hefur verið dreigja 6. Hugmyndin er að hann dreipur á F5 þá getum við skotið inn rittarður á F4, biskup dreipur C8. Hérna er svona ágætisæfing, hver er besti leikur svarts? Það er biskup H6. Smá taktík, nú hótu við rittarður dreipur G2, dróning D1 og hrókur C8. Og svartur kom með mun betra tafl. Biskup á H6 sterkaðan, hótum á G2. Já, bara með heilbrið staða. Getum leikið dróning D7, rittar E6. Og reynda að stefna á okkur C5 leikjum setna. Allan engi vandamál í svartstöðunni hér. Dróning D2 er ekki talinn sérstakur út af rittar F8. Og við sjáum ef hann hvítur eða langkrókirað þá er rittar E6 svona smá problem að þegar hann bakka með biskupin þá er biskup H6 og dróningin er af. Rittararnir á F5 og E6 vinna oft vel saman sko. Nú rittar F5, biskup F4, rittar D7, biskup D3 er betri leikur, rittar F8, höldum okkur við planið að fara með rittar á E6. En þá kemur hvítur með athyglisverðan leikur rittar 1 og 2 og nú eigum við ekki lengur rittar E6 að því að rittarinn á E2 valdar biskupinu F4. Það getur bara drepið og já, þetta er allt önnur staða sko. Og hugsanlega bara drepa á C8 sýnist mér. Þannig að besti leikurinn hjá svörstum hér er biskup H6 sem fær upprápunummerki. Rókering, biskup er bara F4 og rittari G7 með hugmyndinleika biskup F5 og svo rittari F til E6 og dróning D7 og staðan er svona einhvers konar jafnvægi. Hinn valkosturinn er líka mjög athyglisverður, leika biskup F5 og þá er hugmyndin. Við sjáum hann á örinni, það er rittar D7, rittar F8 og rittar E6. Svona komið dæmi fram allt, dróning D2, hvítir getur að spája jafnvel að langkrókira. Rittar D7, biskup 1 og 2, dróning C7. Svartur er alveg opinn fyrir því að hrókira langt. Og hér er hvítur og svolítið á krossgötum og þarf að velja hvort hann ætlar að hrókira stutt eða langt. Segjum að hrókira langt. B5, kongur B1, rittar B6, svartur er að búa sér til spil á dróningaveng. Segjum að hvítur er að brjóta þetta upp með G4. Kongur F8 valdar á G7. Og þetta verðist verið ágætulagi á svartan. Leikir eins og rittari C4 í kortónum. Já, kannski kongur G8. Nú, biskup D3 er annar leikur. A5. G4 bara sína hvernig getur telst. B4, rittari B5. Þetta er eitthvað svona 12 framhald sko. Það er ekki séns að en eitt skákmaður sem við fáið sig að fara út í þetta sko. Að sjá rittari B5 hérna. Þetta er eitthvað 12 dæmi sem ég skoðaði og biskup F6, þetta er eitthvað vitleysa bara, eins og maður segir. Og staðan er einhvers konar jafnvægi. En það er enginn að fara í þetta, ég skal lofa ykkur því. Þetta er alveg stærðfræðilega skrítið allt saman. Ekki mannlegt. Já, biskup F5, dróning D2, rittari D7, biskup 1 og 2. Skoða stuttrókun líka. Rittari F8. Rittari H2, hugsanlega er hvítur að plana einhverja G4 leiki hérna eftir rittari E6 og fara að herja biskupinn.
leikur samt sem áður rittar E6 aðteklisvert G4 hátreipur löngkrókun búm aðteklisvert G-dreipur F5 rittar F5 og hér eru hugmyndir eins og biskupdreipur E5 með D4 hugsanlega eftir á og svo líka þetta dreif með drottning og E5 og þetta er stór hættuleg staða fyrir hvítan eiga við og skemmtileg sóknarstaða á svartan sko. Ég myndi ekki vilja hafa ég er ekki vissum ég myndi vilja hafa hvítt í þessu sko. Svona ýmis plön sko, það er svolítið opið fyrir hvíta kóngin og hálínan getur nýst vel líka. Biskupdreipur E5 og kannski D4 eftir og geti verið hótun. Svo er þetta spurning hvort það getum ekki C5 á einhverju tímabúti. Önnur hugmynd væri kannski hrókur H3 eða H4 og tvöfaldar hrókan á hálínni. Þeir skilji hvað er að fara, þetta er stórhættulegt sko. Þetta er mjög athyglisvert. Persónulega finnst mér biskup F5 kannski skemmtilegra framhald en rittar F5. Já, næst skulum við taka fyrir hérna H3, D5, E5, H5 og það er hvítuleikur biskup F4. Þá ætla ég bara að mæla með biskup F5, biskup 1 og 2, höldum okkur við planið með að fara með rittarinn á E6 og hér getur hvítur stutt og langkrókrað, segjum stuttrókun, rittarinn 6, biskup 1 og 3, þá er F6 góðuleikur. Getur svartur langkrókir hérna og það er krókur á H3, getur að leika G5, G4, skák og mátsó. Krókur F1 er annar leikur, tekið rittar F7 og það er engin vandamál hérna hjá svörstum. Það getur fara hrókera langt eða stutt eftir aðtökum og peða á E5 er aldrei veikt og hvítu getur ekkert auðvitað farið með rittarinn á H4 út af D4 síns mér og biskup H2 biskup 1 og 4 sterkuleikur undirbúða rittar F5 og herja á D4 peð átt að drepa F3 rittar 1 og 1 rittar F5 góðleikur Nú að drepur á E4 þá hefur við hérna biskup H6 og þá erum D5 og spennandi skák framöndan. Við erum náttúrulega með aðgang hérna F4 eitnum svo það hvítur að passa sig að við náum ekki að einhverju framtíð að hrókera og leika kannski C5 það mér sýnist F3 biskup H6 góðleikur og þetta er bara leikur sem setur hvítan í vandræði sko. það er ekki gott að finna leik út af hérna rittar 1 og 3 sko. Þannig að svartu kallan lifna sig vel yfir þeim eftir biskup E4 og þetta er bara erfist á hvítan sín mér Næst skulum við kíkja á rittari F3 Já, þá skulum við taka fyrir þegar hvítuleikur rittari F3 rittari F3 D5 og hér á hvítur 2 valkost eða leika E5 eða leika H3 sem kemur alveg veg fyrir biskup G4 leiki skulum byrja á H3 Hér myndi ég bara mæla með að drepa á E4 það getur vel verið að rittar F6 komi til greina og tefla svona einhvern megin en ég er ekki að mæla með því samt sem mainline hjá mér sko C5 einhvern megin svona en einfalda lausnin er að drepa bara á E4 og leika rittar F6 tekið og þá er að drepa með peði á F6
Ef við erum með biskop F6 þá kemur biskop H6 og við getum ekki hrókirað. Ok, við fáum vissilega tvípið en peðin okkar sko, þau alveg að taka marga reyti af hvítum og síðan hægt að nýta peðin í framhaldinu og stundum með G5, H5, sókn og kóngsvæng eftir afbreyðum til að sína hvernig það teflist. Biskop C4, hrókering, ætla að mæla með A5. Nú þetta D7 líka teflanlegt, eitthvað með svona, en ég ætla að mæla með A5 leikiröð. Nú ef hvítur myndi leika D5, þá myndi ég bara mæla með hrókur E8 og hún myndi með hrókur E8 sem sagt, ef hvítur leika biskop F4, þá hefur við hrókur E4. Biskop 1-3, bara taka á D5 og riddari C6 og þetta bara jafnt, biskop E6 að koma. C3, hvítur býr til svona bænd þarna, D4, C3, B2, það var A4 góðuleikur, við erum að undirbúa sem sagt B5 og biskop 1-6 og sjáum að biskupin á E6 mjög góður með þessari peðakeðu, þrýstir á drottningavængin, hrókur 1-1, bara svona sýni framhald. Þetta er svona ekkert erfiði leikir að finna, A3, svart stendur betur hér. Nú A4, hvítur stingur upp í þetta A4 plan hjá svartum. Riddar A6, C3, riddar C7. Riddarinn náttúrulega leiðin á D5, til dæmis biskop F4. Geti þetta held svona einhvern megin. Og F5 kemur yfir fyrir riddar E4, riddar C5. Og er F6, mentaður leikur, tökum E5 reytin. Biskop F8, biskop D6 koma og hér með einhverja skák sem teldi svona og svörtum tókst að loka biskupin á H2 sko og fekk betra tabl. Sko baka eins A4, þetta A6 nú dráning B3 þá B5 góðuleikur, biskop 1-2, biskop E6 og hrókur 1-8 og hér hugmyndir eins og kannski biskop D5 og F5. Hvað annað, hrókur 1-1, riddari D5. Já, þetta svona svipað oft, biskop F8, bætum stöðu biskupsins, vilja fara með hana á D6, kongur G7, G5, H5 getur svona langtíma plan og það virkar alveg ágætt á svartan, þannig að ég myndi segja að H3 getur bara E4 væri og riddar F6 væri nokkuð einfald lausn sko. Þá spurning að taka kannski fyrir hvítuleikur sem riddar F3 þá skulum við taka fyrir þegar hvítuleikur C4 og með C4 þá hvítur auðvitað að taka dálítið yfir miðborðið og ég ætla að mæla með D6 gegn því sko en uppalega ætlaði að mæla með riddari C6 ég með það í PG-skráni líka og nú ef hvítur svarar með D5 þá það allt í lagi lína fyrir svartan til dæmis svona einhvern megin og E5 en það sem fór kannski sem var ekki alveg viss með það sem riddar F3, E5 og þessi línu hann drepur alveg ágætt á svartan síns mér geti til svona einhvern megin, hérna eitthvað peðsfórn
og svartur fær nokkuð virt spil hérna með eitthvað svona hrókur E8 leikjum. Já, en ástæðan fyrir ég hef það ekki sem aðal valkost er að þessi biskúp G5 leikur, hann með alltaf svona aðeins, ég er ekki alveg að treysta þeirri línu á svart sko, maður verður alltaf að reyna að vera svona sannleikanum samkvæmur sér þegar maður er að skoða byrjanir. Svona F6 og biskúp 1-3. Nú biskúp H4, það var alltilega svart eftir H5. Ég er ekki alveg viss hvernig þessi staðar eftir biskúp E3. Mér finnst, ég er ekki alveg samfærður að þetta sé nægilega gott fyrir svartan. F5 er eitthvað svona einhverja tölvulínur, það gæti til svona F6. Nú E-drepur F5 og biskúp G5. Þetta er eitthvað sem ég var að kíkja á, tekja á G6. Það má náttúrulega ekki taka á G5 og ekki G7. Hugsanlega er þetta teflanlegt ef maður skoðar þetta mjög vel með tölvu, en þetta felur í sig peðsvort sko. Hér sjáum við helstu hugmyndir hjá svörtum. En ég kannski með svona óþarf að fara í þetta ef það er til svona solid option sko. Og þess vegna ætla ég að velja hérna D6 sem mainline. Og fer svona yfir í, já, þetta er bara svona tískuvörn. Fjölmargir leikir hérna, rittar F3 er auðvitað aðleikurinn, nú F3 væri svona eins og semis uppstilling. Þá er bara best að leika F5, brjóta upp stöðuna svolítið. Nú ef það drepur á F5, þá fáum við ágætt spil hérna á E5 að koma. Rittari C3 annleikur, drepið rittarinn fyrir F6 og hérna C5 sterkur leikur og rittari G4, og við erum með gott spil á svörturittanum. Biskupin okkar á G7 með sterkur og bara með heilbreiða stöðu. Rittari D5 getur verið að koma, það með sýnist. Svo hugmyndir eins og A6 og B5 og eitthvað svo leys. F3 er ekki neitt sérstakur leikur. F4, það er bara svona peðastórmu döðans. Og ég með rittari C6, ég ger líka F5 sem aðeinsvöna leik. Rittari C6. Nú ef ég leikur D5, þá er bara E5 hérna. Og þetta er ágætt stað á svartan. Rittari F3, biskúp G4, pressum á D4. Biskúp E3, E5, þetta er svona thematíst. Tökum að F3 og rittari D4. C5, það er oft E5 og C5 þegar rittarinn á D4. Drónik A4 ská, kongur F8 sterkuleikur, hrókering og B6. Og hér er hugmyndi biskúp H6. Ná uppskiptum á svartutabiskupnum, þá eru þetta rittarinn okkur á D4 ógnar sterkur. Og síðan leikum við kongnum á G7. Ok. Biskúp 1-3, þá bara C5, það má náttúrulega ekki drepa, hún gerur B2. Og hérna drónik B6, svona trikkileikur. Pressum á D4 og B2. Og þetta drónik D2, það bara rittari C6. Rittari C3. Og ef við erum sátt við jafntefli, þá gæti það að fara svona þráleikur. Það er líka þetta leikar rittari C6 ef við erum að reyna að vinna skákina. Nú ef það dreipur á C5, tekið á B2 og biskúp G4. Og svartur er mjög virkastuð og kóngurinn ennþá á E-num, biskupinn á F-num. Og já, það er svona rittarinn hótar að fara eitthvað á E5 eða D4 og hóta á drottningunni. Rittari BC3, rittari C6, rittari A4, drónik C7,
gefum hérna peð en við erum á undan í liðskipan og það er ekki veikleikar í stöðun okkar. Hrókering, biskup eina 2, E5 og við erum með rittari D4 að koma og erum með virt mótspil fyrir peðið. Ég vil segja að þetta var fín stað á svartan. Rittararnir er ekki góður á kantinum. Og þá skulum við taka fyrir hérna rittari C3. Og þá fer þetta svona yfir í svona eins og kóngsindverjan. E5. Við erum náttúrulega ekki með neitt rittar á F6. Það er svona smá munur. Og segjum að hvítur drepi. Þá fyrir við bara í þetta endatöflina. Og við erum með mjög traustastu hérna þetta rittara H6. Sjáum plunin á örvunum, C6, rittara F7 og kóngurinn getur farið annarkvort á C7 eða E7. Ég er með eitthvað aðeins lengra framhald hérna, biskup H6. Jöfnstað skrifa ég. Þetta er allt saman ítalega í PGN-skránu fyrir þá sem kaupa hana. Og rittara F3 er annarleikur, F6. Það eru hugmyndir rittara H6, rittara F7 og biskup E6, C6. B4 geti hvítur reynt að auka við rýmið á drottningavæng, biskup F8 og A5. Biskup H6, reynum að skipta upp á svartleita biskupnum, en við erum alltaf með nægilegt spil hérna með rittara 1-7. Og það getur rittarinn farið þetta á ýmsa reyti. Við verum þetta kannski að spá í C6 og taka D5 og B5 reytin. Og staðan er hlutlagt jöfn, myndi ég halda. Ok, við skulum bakka. Nú rittari G2, rittari F6, D5, A5. Þetta er svona í anda kóngsendur hans. Nú ef hvítur leikur rittari G3, kemur H5. Og ef H4 rittari FD7. Og biskup F6 getur jafnvel hótun. Og svo erum við að plana að fara með rittarinn á A6 og rittari D5 myndi ég halda. Og F3 rittari D7 upprápun. H4 aðalínan, segjum að leggja biskup E3. Þá kemur svona þekkt kóngsindversk taktík, biskup H6. Nú hver er hugmyndið þar? Ef hann drepur þá skákum við. Þetta þekkja nú flestir sem hafa telt kóngsindurinn. Og eftir að við náum svartleita biskupnum þá er engin sérstök vandamál. Við getum farið með rittarinn á C5, hrókerað, hugsanlega F5 og svo framvegis. H4 kemur í veg fyrir þetta. Tekur H4 réttin á drottningunni, H5. Við viljum kannski ekki vera að leyfa hvítum leika H5 sko. Þannig að við leikum H5 og stöðum það í fæðingu. Biskup eina 3. Og hérna fyrir við þetta í þessi plön með rittarana. Löngrókun og F5. Og ég myndi meta að þetta væri svona bara nokkuð jafnt. Getur farið á alla vegu. Við getum já, drottningin getur farið á E7, biskupin á D7. Svo var alltaf spurning með rittari B4 eða A4 seinna. Aðalínan D5, A5. Við stöðum alla B4 hugmyndir og erum með hugan við rittari A6 til C5. Sem virkar rökrétt, biskup D3. Og rittari G2. En það eru fleiri leikir, biskup C2, undirbýr dronning E7, undirbýr F5. Hérna er rittari H6 ágætuleikur. Það getur að rittari F6 var í mistök hérna og það er rittari G3. Þá er F5 pið okkur tóldi veikt og þess vegna leikur rittari H6. A3, hrókering. Nú getur leikið F4, sína kann ekki telst, rittari eina 4 sterkuleikur. Við fórnum hérna peði tíðanbundi en fáum hámarksvirkni fyrir kallana sem er náttúrulega vegur það upp alveg fullkomlega. Peði á C4 veikt, rittarinn getur fara á E3 og svo framvegis.
Nú B4, kongur H8 góðuleikur. Það eru fjölmargir leikir þetta, bara sína hvernig þetta telst. C5, athyglisverður leikur. Og B5 engin leikur, þá kemur bara þetta C5. F3, biskop 1-6, herjum á C4. Þetta einhvern 8. Og ég skrifa þetta sé bara jöfn staða. Bara svona sína hugmyndir sko. En F3, tekið, biskop D7, dróning H4. Við erum að tefla þetta virt, við erum að hrókina á G-línuna. Hérna C5 sterkuleikur. Og svartur með virt mótspil. Náttúrulega með G-línuna og spurning hvort að við getum leikið biskop F6 eða bara laga riddarinn okkar til hérna. Farið með hann á E6. Eða jafnvel stungið inn E4 og svo biskop E6. Ýmsar hugmyndir. Riddari G2, dróning H4. Þetta er athyglisverð hugmynd, við viljum leika F5 og þurfum að gefa áhyggjur af ytrubur F5 og riddari G3 með dróning H5 eftir á. Hrókering, riddari H6 upprópunumerki, það voru með augun á F5 og svo sannlega riddari G4 eftir á. F3, valdar G4 og valdar E4. Hrókering. Og hérna er riddari C5 næsti leikur. Og ef hann drepur á C5 þá hefur alltaf riddari F7 og riddarinn getur farið á D6 sem væri nú frekar gott sko. Bakka eins. Nú riddari F3, riddari C6. Bara sína þetta eins hérna. Til einhverju svona línur en bara anda rólega inn nefið og út munnin og þetta er bara jafnt. Riddari D5 er annar leikur, H6. Það virkar kannski eitthvað skeri en hér eigum við kongur G7 sem er sterkur leikur. Og þó að kongur okkar séu að F6 þá er þetta lágett við hótum dróning B4 skák og hróku D8 og svartur með bætur, hvítur með veik peð og enda döflunum fín á svartan. En við skulum víkja þess að A5 hérna aftur. Já, þannig að það er búið, já, fyrir ekki. D6. Og það teflist svona, já. Nú riddari F3 er annar leikur. Hára biskop G4, sjálfsögðu. Herjum á D4 reitin. Biskop E2 í mainline, segjum D5. Riddari D7. Segjum H3, bara sína hvernig getur telst. Og hér erum við hugmyndir eins og C6 og E6. Og hérna er náttúrulega B4 engi leikur og þetta riddari drifur E4. Hangir á A1. Hróku B1. Þá er A5 athyglisvert en það er líka alveg stílhreint að tefla þetta svona bara. Pressum á E4 og riddari D7. Staðan í jöfn. Við erum fína biskup, riddari C5 getur koma eða F5 og við erum með pressu. Hvítur á biskup E2 líka. C6. Riddari C5 kom líka til greina. Hrókering, hrókur C8. Upprópunumerki. Við erum að fara að reyna að pressa hérna á C-línni. E-dreppi D5, tekið F3, hangir á C4. Þannig að hvítur verður að dreif með C-piði. Riddari F6. Sterkar stjórn á C-línni, biskup 1-3. H3 líka leikur.
Hvítur vissulega með biskupar en biskupin á F3 er svolítið fangi eigin peða, þannig að peðin blokkan og hann er eiginlega afleitur þessi biskup á F3 sko. Og dróning A5 og hér er hugmyndin B5 og B4 og biskup eina 3 hrókutur upp í C3 upprópunummerki. Þetta er svona mjög mentuð skiptamisúl. Tökum á E4 hótum á C3 auðvitað. Rittar eina 4 tökum á F3 rittarinn fyrir á C5 og hugmyndin er að leika B6 og hrókera bara. Við erum með 2 upp í skiptamun og heilbreiða stuð og mjög sterkan biskup. Ég myndi segja að svartu verður með fína sénsa hérna sko. Ok, biskup eina 2 tekið, rittari C6. Þetta er svona thematíst. Hvíti getur reynt að malda í móin með biskup E3 en það breytir í rauninni ekki miklu, það er ekki gott að drepa. Það er bara svona fórnum peði og sterkan biskup. D5, rittari D4. Þetta er alltaf strategían hjá okkur í þessum stöðum. Eftir við tökum á F3. Segjum hrókering C5, B4, hróku B8, A5. Við meðum náttúrulega ekki leyfa hvítum byggja eitthvað frungu á drottningaveng. Pressum strax. Dróning A4, rittari E7, valdar á C6 og hrókering og plönin eru hérna dróning C7 og tvöfaldaka hugsanlega hrókan á B-línni. Svartur með fína stöðu. D5, rittari D4 biskup dreipur nú hrókering á kemur C5 hérna er með einhverja línu svartur reynir að hvítur reynir aðeins að hræri í þessu en D3 hörkuleikur dreipur rittari E5 C7 og D3 peðið er alltaf mjög óþægilegt fyrir hvítan. Rittari D2, rittari F6, rittari B3, hrókering, fórnum peði. Önnur leið er dróning F6 og hrókera og A6 fyllt eftir með B5 fljótlega. En aðalínan hjá mér er semst að hrókera og dróning F6 er í kortónum. Við erum alltaf með góða pressu, hrókur E8 getur að koma. Svo A5, A4, rittari C5 og svo framvegis. Þannig að í grunninn held ég að C4, D6 og ef rittari C3 þá bara E5 og ef rittari F3 þá bara biskup G4 með rittari C6 hugmyndum. Og næst ætla ég að taka fyrir hvítur leikur í þriðja leik rittari F3. Þá komið að rittari F3. Og rittari F3 eru þetta traustur leikur en rittari C3 er lang algengasta leikurinn. Rittari F3. Ég ætla aðeins að fara svona út í hvað ég var að hugsa. Uppalega ætlaði ég að leika C6. Það er bara svona svipað með D5 eins og það hvítur leikur rittari C3. Biskup E2 er svona leikur sem fyrir aðeins í töðunar á mér. Hvítur græði smá á því að hann er ekki búinn að fara út með rittarinn á B-einum, sýnist mér. Semst ef myndu leika D5, E5 og kannski biskup G4 þá hvítur rittari D2 og hann er bara með biskupar hérna og getur telt pressað áhættulaust, sýnist mér. Það breytir svo miklu með eðli stöðunar hvort rittarinn sé á D2 eða C3. Því þá hvítur alltaf C4 og eitthvað svona. Ég reyndi að fá rittari H6 til að virka en eftirfarandi framhald sýnist mér hvítur bara að fá betra þafl sko.
pressar á D5 og hér er hvítur með þessi 3p þarna og getur leikið B4, D5 og C5 setna og kallarnir okkur F7 og G7 er ekki alveg góðir sko. Þannig ég klóraði mig mikið í hausnum og ætla því að mæla með D6 hérna. Nú við vitum með hvítur leikur C4 þá er alltaf með þessa biskup G4 hugmyndir. Þannig að riddari C3 eru þetta algengast en ég ætla að byrja að taka fyrir hérna biskup C4. Þannig að áfram gakk. Riddari F3, D6, biskup C4. Og hugmyndin er svona frekar beinskitt. Hvítur ætlaðar ofta að fara með drottninguna E2 og hugsanlega leika E5 snemma. Hér leikum við riddari F6. Segjum að hvítur leiki E5. Drepið, hrókering og riddari F7. Við verðum semst að losa okkur við riddarann á E5 sem allra fyrst. Nú ef hann leikur riddari F3 þá kemur bara C5. Þannig að drottning 1 og 2. Riddari B6, C3 tekið og B6 er jafnt afl. Biskupinn getur verið að kíkja hérna á B7, jafnvel A6. Bakum aðeins. Riddari C3, hrókering, slegið á E4. Það er svona þekkt taktík. Önnur leið er biskup G4. Það er svona einhvern veginn með E5. En riddari drepur E4 er svona talið þægilegasta leiðin. Tekið á E4 og D5. C5, hrókur 1, drepið, riddari C5 og E5 og staðan í öfn. Skulum pakka. Þannig að drottning 1 og 2 kemur í veg fyrir alla svona riddari E4 leiki. Nú riddari C6. Nú svartur er hugsanlega stefna á að leika sjálfur E5 fljótlega, kannski biskup G4 líka. Og hvítur getur leikið C3, hrókering, E5 og alltaf þegar hvítur drepur á E5 drepur með riddara. Þegar við drepum peði þá hvítur B4 og riddarinn á C6 er bara svona þess að þvælast fyrir sko. Hvítur getur leikið A4, A5 leikið svo B5 og hóta riddarann með tempóvinning og riddari drepur E5. Hrókur D1, drottning 1 og 7, A4, riddari H5, G3 valdar F4 eitinn, biskup H3, A5 og hrókur FD8. Hvítur aðeins veikur í borðinu og staðan er bara jafn. Pakka aðeins. Hrókering, biskup G4, svona thematíst og E5. Nú ef hann leikur hrókur D1, hrókering, H3 tekið á F3 og riddari D7. Biskup 1 og 3 og kongur H8 með mótspili. Við erum að fara að leika F5. Og ef við náum að leika F5, til dæmis leik og myndum að leika F5, þá erum við komið ágætt spil. Það er lauslega, hóttum F4 og taka á D4. Pakka. Og D5, riddari E7, þetta er orðið svona eins og konsenturskvörn, biskup C8 er möguleiki, með hugmyndum H6, G5, riddari G6 og hvítur er búin að gera krókarn á H3. Biskup drepur F3 er aðalínan hjá okkur. Drottning drepur, hrókering, biskup D3, riddari D7. Það er svona minnið aldrei á konsenturinn, C4, F5. Og hér er bara einfalt að drepa á E4, riddari C5 og riddari F5. Sjáum plunin á örvónum, riddari D4, A5, B6. Svartur er alveg með allt tafl hérna á mínum mati. H3 kemur í veg fyrir biskup G4, alveg virkar rökrétt, hrókering,
hrókering. Nú E5 getur verið möguleiki líka, riddari D7, nú er hann leikur biskup F4, kemur riddari B6, og þá eigum við ýmsa leiki eins og riddari D4 næst, sýnist mér. Þannig að E6, tekið á E6, biskup dreipur, riddari Davíð 2, þá náttúrulega að þróa stöðuna sinni einhvern veginn. Riddari B4, upprópunarmerki, riddari B3, riddari 1-5, taktist. Þannig að við eigum alltaf þetta skot hérna á F3 ef hann dreipur á C8. Hrókering, E5, D-dreipur E5, riddari dreipur, dreipum alltaf með riddar á E5. Plönin er hrókur F D8 og biskup E6 og staðan ætti að vera jöfn. Það er á E5, riddari G4. Já, E5 er hérna líka semst möguleiki, beinskeitt, riddari G4, hótar á E5. Nú, biskup B5 var svarað ekkert með svona. Biskup F5, riddari D4, alltaf hugmynd í þessu. Löngkrókun getur verið athyglisvert. En ok, hrókur D8 er mainline, hrókur D1, búm, og hérna fáum við hrók og kall, en mjög virka stuðu fyrir dróninguna. En reyndar verður hann að fórnina aftur, það mér sýnist. Það verður ekki að drepa á D4 og þetta verður bara jafn staða. Þannig að það er alltaf þessu hugmyndi með riddari D4 eftir riddarinn fyrir á C6. Hvítar á fleiri leiki, hann getur leikið biskup F4. Ágætt bara að setja eftir tappborð og reyna að æfa sig í þessa stöðu, aðtuga hversu góða tilfinningum maður hefur fyrir stöðunni. En bestu leikur Svarts er riddari D4. Ef hann leikur dróning E4 þá hefur C5 með hótunni biskup F5. Við þurfum aðeins að vita hvað er að gerast hérna ef hann dreipur F7. Það var svona taktískar hugmyndir hjá hvítum. Ef hann dreipur með kóng þá ætla sér ekki dróning C4 held ég, nei mann rétt. Og riddari E6 og riddari G5 skák, svo tekið á E6. Við eigum hérna hörkuleik, kongur F8 fara upprópunarmerki, dróning E4, tekið á F3, kongur dreipur H3, dreipur á F2, hrókur F8, kongur leiðin á G8 og við erum með fína stuði. Biskup par og hvítur aðeins búin að veikja sig líka. Þetta var mjög skemmtilega leikur kongur F8. Biskup F4. Já, það var það. E6. Dreipum á E6. Riddari. Við getum skoðað hvað gerist þetta með drottningu. Það kemur riddari G5. Hrókering og drottning Davíð 6. Og svartur er komið betra tafl. Eflaust var hægt að drepa á F3 fyrst líka. Og líka síðan dróning D6 en bara spurningu smekk. Riddari G5, hótar á E6, riddari D4. Við sem sagt gefum hérna kall. Svolítið trikki hugmynd sko, ef hann leikur kongur F1 þá kemur dróning D3 og löngkrókun. Og það hangir á A1 og dróning D1 líka hótun. Kongur 1-2, dróning D7. Þá sjáum við örvonum, hótun dróning B5 skákóksanlega og svo er líka voni á A1 sko, hrókur. Smá flækjustu en skemmtilega línur. Já. Þá skulum við bakka hérna eins. Og næst
Nú C4 fyrir bara í biskup G4 línu sem við skoða. Við skulum kannski kíkja á hérna rittari C3. Þá varum við að fara í rittari F6 og við erum komin eiginlega svona pirk, svona harðan pirk. Biskup 1-3. Biskup E2 er alveg möguleiki. En þá er þetta E5 sem var skoðað í fjórða leik biskup E2. Hugmyndin með biskup E3 er þetta að leika drang D2 og fara langkrókera. Þetta hefur nú allt saman sést mörgum sem áður. C6. Drang D2 er svona skarpasta línan en ok, H3, rókering, A4, kemur við fyrir B5. Rittari D7, biskup E2, E5, centralizum. Og hérna ef við ættum leik myndum við gjarnan vilja drepa á D4 með EP og leika hrókur 1-8 og pressa á E4. Drepa með rittar á E5 og biskup E6 og drang C7, hrókur D8 og D5 að koma. Svipaði hann leikur A5, hann leikur drang C7, undirbúið með E5, biskup E2, E5 og rittar dreipur. Alltaf drepa með rittar á E5 í þessum stöðum. Hrókering, biskup 1-6, hrókur D8 og rittar E8 er svona, einhver getur satt passífu leikur en það er sólætt leikur. Völdum á D6, opnum fyrir biskupin, undirbúum B5 og hugsanlega biskup 1-5. Og biskup G5 og alltaf svara með hrókur D7. Og við erum að fara að leika B5 fljóðlega. Skulum baka. Biskup D3, það virkar nú frekar meinlaust. Hér er plönin B5 og E5, hvítuleikur A4, kemur við fyrir B5, drang C7, undirbúum B6, kannski biskup B7 og E5 og ég byrja þetta í G4. Og bara spennandi skák framöndan. Biskup E2, B5, segjum E5, getur telst svona einhvern veginn, hérna er einhver lína sem ég held að aldrei hafi telst en ég skoða þetta eitthvað aðeins. Svartur er peði yfir en hvítur biskupar. Og svo endar þetta svona í einhverju jafnvægi. Tölvufóritið með þetta nánast 0 sko, þannig ég held að þetta sé bara jafnt. A3 kemur við fyrir B4, rittari D7, það er alltaf sama hugmynd, hrókering E5, biskup B7 og förum við yfir í E5 planið okkar. Drang D2, skarpasti leikurinn. Og drang D2, það er kursleið. Hvítur er auðvitað eftir biskup H6 og kannski H4, H5. Þetta er svona eina leikilstöðunum við Pirkvörð. Nú hrókering, biskup H6. Planið er auðvitað H4, H5 og hvað skal gera? B5, það erum við búið til mótspil með eitthvað svona B4 hugmyndum. Biskup Davíð 3 valdar á E4 og hérna er athyglisverður biskup G4. Hugmyndin með biskup G4 er semst að taka á F3 og kannski E5 og rittar H5 í svona smá vörn í framhaldinu. Sína kann ekki telst. Það getur dreipið á G7, H4 og hérna kemur E5 með hugmyndinni rittar H5 og drókning F6. Það virkar nú kannski rökréttar að leika H4 fyrst sko. Tekið á F3, rittar H5, blokkir H-piði. Nú, það eru nokkri leikir. Segjum hann taki á G7, F4, svona beinskitt. Kemur rittari D7 með hugmyndir eins og E5 og rittari D6. Lungrókun, drókning A5. Og við erum með mótspil með B4 og E5. Og þetta er svona skemmtileg stað að rannsaka. Og
getur rauninni farið á alla vegu sko. En B4 er erfið hótun, ef við náum að leika B4 þá hótuðu þetta að drepa kannski á A2. Þannig að hvítur þarf eitthvað að gera í því sko, kongur B1 kannski. Og þá getum við verið með E5 hugmyndir. Bakka eins. H4 tekið. Rittari E2 er svona sníki hugmyndin er rittari G3. Hvítur vill losa sig við sterka varnarmenn á H5 og þá á hann greiðan aðgang að svarta kongnum. Hér er drónið B6 góðuleikur. Þrýstum á D4 í staðinn. Löngrókun, rittari D7. Rókur D1. Og hér er mikilvægt að vita næsta leik svart C5 upprápunumverki. Helsta hótun er þetta C4. Nú, það er nokkri leikir hérna. Segjum þetta G3, þá tökum við. Og svo bara C4. Við erum að fara að vinna kall og dróningin getur líka að dreipa á D4 og kemst í vörnina þannig. Sókn eða vörn. Nú rittari C3 kannski gæti virka svolítið undarlegur. Það er hægt að tefla þetta svona til dæmis, bara sína framhald, ekkert að þessu. Ég með þetta mainline dróning A5, tekið á B5, hrókur B8 og hrókur FC8 með virkum mótspili, hérna opna A, B línu og dróningin er fín á A5. Svona minnir svolítið á síkilegar sóknastöður. Nú C5, biskup dreipur G7, kongur dreipur, þetta er gunna 3 og þetta verður smá flækjur sko. C4, biskup 1-2, E5, H5 og það geta alveg verið gott að bara setjast niður við tappborð og aðeins stúdera þetta. Vörnin hjá svörtum byggist oft á því að geta tekið á F2 setna, ég ætla að sína. Það er hann G5 upprápunumverki, H6. Segjum dróning F5. Þá hótar hvítur að drepa með hrók á G6 líklega. Það leikur G5 upprápunumverki. Þegar ef hann tekur á D7 þá hangir á F2 og hótum hrók og biskup á E2. Þannig að þetta er svona skemmtileg gildra sko. Eða trikk. Dróning F5 G5. Segjum hrókur HG tekið á F2 að sama. Tekið á G5. Og hérna erum við bara cool á því og leikum kongur H8. Já, þess ekki, ég er aðeins að rugla. Það er hérna við tökum ekki á F2 hérna, við leikum hrókur FD8 þetta. Það er bara máti í hinu. En málið er að hér eigum við sem sagt kongur F8. Og þetta er í lagi á svartan virðist vera. Við eigum svona leiðir eins og dróning dreipur F2, dróning H2 og svo framvegis. Dróning E7, G5, hrókur D1. Það er hérna sem er kongur H8. Ég var að rugla fyrir ekki. Við dreifum á G5, það verður stór mistök. Það kemur hrókur dreipur D6 og við erum átt á H6. Hér hefur kongur H8. Segjum hrókur G1, hrókur D8. Langar bara að sína hvernig getur telst. Hrókur G6 skemmtilegu leikur. Og þetta er C5. Það er erfitt fyrir hvítan að finna alla bestu varnarleikinni hérna. Þetta er 1-6. Og við erum með bætur.
ótum að drepa á G6 og rittarinn er mjög góður, eiginlega miklu betri en biskupinn á D1. Þetta er svona flækjustig en maður þarf að vita svona nokkra varnar aðferðir. Bakka aðeins. Dróning E7, G5, hrókur D1, kongur H8, hrókur F5. Það er nú líklega besti leikurinn. Dróning E3, kongur B1 og svo hendar þetta í jafntefli eins og gerir svo oft í svona flækjum. Hrókurinn náttúrulega aldrei lokaður á F5, A3, skák, C3, tekið á F6, dróning C1. Já, það er bara ekki, þetta komum við fyrir þetta endi jafntefli hérna með þráskák. Þannig þetta er athyglisverð hérna með þessum biskup G4 leik. Ég mæli með að þið skoðu það. Og þeir sem á PGN skráni geta haft samband við mig. Hún fæst á 1500 krónur. Takk fyrir.